Kæru vinir, verið öll velkomin hingað í Útskálakirkju til útfarar Viggós Benediktssonar. Það eiga þessa stund saman. Viggó var nú söngmaður eins og við vitum og þess vegna reynir líka hluta til á okkur að syngja með í almennum söng og svo eru félagar hans úr söngsveitinni Víkingum sem annast að öðru leyti sönginn hér í dag. Við erum hér í þéttsetinni Útskálakirkju og einhverjir eru í streymi út í skóla og annar staðar. Skulum hefja stundinni í Jesú nafni og því að signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Skulum biðja. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allarar huggunar, hjálp okkur til öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Og fyrsta sálminn skulum við syngja í almennu söng og mörg eru búin að sitja lengi þannig að þau sem ekki eru fótálúin skulum bara rísa á fætur og við skulum syngja þetta svona að krafti með Víkingum. Ég les hér úr 103. Davíðssálmi og hér segir: Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleyma í neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sínum miskunn börnum sínum, eins hefur drottinn sýnt miskunn þeim er lúta honum. Því að hann þekkir eðli okkar. Minnist þess að við erum mold. Miskunn drottins við þá er lúta honum varir frá eilíð til eilíðar.
Og í Rómverjabréfinu skrifar Páll postuli þessi orð: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Einhvern þegar bátarnir ýttu úr vör, ég hljóp fram á klettin og fylgdist með för. Þá heyrði ég sjómannsrödd kveða við raust, í haust legg ég bátinum mínum í naust. Ég hef siglt mínu síðasta flegi, en langt frá sjónum ei fer. Og þó að ég deyi við Guð minn, ég segi að hvergi betra að vera en hér. Ég gæti sagt sögur hann sagði við mig, ég gæti sagt sögur af sjómanna sitt. Hann glímur við lagi, hann glímur við stjórn, að djúpinu þar sem hann vinur minn fór. Ég hef siglt mínu síðasta flegi, en langt frá sjónum ei fer. Og þó að ég deyi við Guð minn, ég segi að hvergi betra að vera en hér. Með glettni í augum hann strauk mér kinn, og veðraðar hendurnar ennþá ég finn, sem oft höfðu tekið svo hraustlega á. Já, mörg eru handtök við reiða og rá. Ég hef siglt mínu síðasta flegi, en langt frá sjónum ei fer. Og þó að ég deyi við Guð minn, ég segi að hvergi betra að vera en hér. Nú stend ég við skipin hans molnuð og grá, sem andartak ævi mín liðin hjá. Og enn get ég fundið hans strjúka kinn, drengur ég kvaddan í síðasta sinn. Ég hef siglt mínu síðasta flegi, en langt frá sjónum ei fer. Og þó að ég deyi við Guð minn, ég segi að hvergi betra að vera en hér. Ég hef siglt mínu síðasta flegi, en langt frá sjónum ei fer. Og þó að ég deyi við Guð minn, ég segi að hvergi betra að vera en hér. Við svo fætur að heyra guðspjall sem hljóðsveit drottins nafni. Þennan kröftuga söng frá þennan vel á því að lesa hér Jesú í stólninu. Nú fór Jesú í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Það gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. Jesú þeir fara til, vekja hann og segja: Drottinn bjarga okkur, við förum. Sagði við þá: Hví eruð þér hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hallaði á vindinn og vatninu og varð stillt í loft. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. My Lord, what a morning! Oh, my Lord!
Hingað borist kveðjur frá Rúbba, Guðnýju og Rakel. En náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í Hebreabréfinu segir: Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring það hluti sem eigi auðið að sjá. Flest þekkjum við vangaveltur og jafnvel glímu trúmál. Stórar tilvistarspurningar vitja flestra. Guð til eða ekki? Lætur Guð sig eitthvað varða mig eða ekki? Hvað tekur við að loknu jarðlífinu? Við getum svarað þessum spurningum með ólíkum hætti og kafa misdjúpt ofan í þær. En kristin trú beinir sjónum okkar að kærleiksríkum Guði sem kveikt hefur líf og komið eilífu ferli sístæðrar sköpunar af stað. Kristin trú færir með sér boðskapinn frelsaran Jesú Krist sem gekk og gerði gott meðal manna, sjálfan Guð sem gerðist maður í Jesú Kristi. Jesú sem ögraði yfirvaldinu, sem lét hina sannfærðu hugsa málun upp á nýtt og gerði hinum klóku kynróða, spurði áleitinna spurninga. Jesús stráði kærleika í kringum sig hvar sem hann var. Hann gaf gaum að þeim sem minna máttu sín, hann lyfti þeim upp sem heimurinn hafnaði og gaf þeim rödd sem enginn hafði áður hlustað á. Hann gaf þeim von sem ekkert sáu framundan. Kristinn boðskapur færir okkur samfélag við Guðdóminn, samfélag við frelsaran sem hefst hér og nú í jarðlífinu og nær fram yfir gröf og dauða. Í Davíðssálminum sem ég las hér áðan segir drottinn: Hann leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þér náð og miskunn. Við getum hvílt í þeirri trú að við andlát ástvinar fari líf hans til höfundar síns, til Guðs, sem býður með opinn náðarfaðm. Guð tekur fólk ekki frá okkur, en Guð tekur á móti fólkinu þegar það fer frá okkur. Við skulum líta yfir lífshlaup Viggós. Viggó Benediktsson fæddist hann 28. ágúst 1951 í Reykjavík. Hann var sonur hjónanna Benedikts Davíðssonar sem fæddur var 1927, dáinn 2009, og Guðnýjar Stígsdóttur fædd 1928, dáinn 1972. Viggó var annar í röð 7 systkina, hin Guðríður Helga fædd 1950, Elva Björk fædd 1956, Jóna fædd 1962, Guðbergur Egill fæddur 1971, Stefnir fæddur 1980 og Birna Eik fædd 1982. Viggó ólst upp fyrstu 6 ár ævi sinnar í Miðstræti 5 í Reykjavík. Ein minning frá þeim tíma að Höddi frændi gaf honum ljósastaur og tók Viggó því mjög alvarlega. Og eitt sinn týndist Viggó, en fannst svo sofandi við ljósastaurinn sinn. Viggó fékk ofta að fara með Hödda frænda í vinnu en sá starfaði sem rafvirki og sá aðflugsljós, en mest spennandi fannst nú Viggó að fara með honum upp í Hallgrímskirkjuturn eftir að hann reis. Frá Miðstræti flutti fjölskyldan að Víghólastíg 5 í Kópavogi. Þaðan átti hann margar góðar minningar. Viggó gekk í barnaskóla og gagnfræðiskóla í Kópavogi. Veturinn 1971 var hann eina önn í matsveina og veitingaþjónaskólanum. Hann sagði nú oft frá því sjálfur að hann hefði náð öllum greinunum nema matreiðslunni. Og þá lét hann staðar numið. Þó hann hafi nú alltaf haft gaman að því að elda og þótti góður heimiliskokkur. Eftir það lá leið hans í iðnskólann í Reykjavík þar sem hann lagði stund á húsasmíði.
Hann flutti sig svo yfir í Iðnskólann í Keflavík og útskrifaðist þaðan árið 1976 sem húsasmiður. Hann fékk meistararéttindi 2 árum síðar. Árið 1972 var Viggó staddur í klúbbnum. Ég sé að einhverjir kannast við klúbbinn. Og þar tók hann eftir konu sem hann hafði áður tekið eftir í Hreðavatnsskála í Borgarfirði nokkru áður, þó hún hafi nú ekkert tekið eftir honum þar. Hann bauð henni upp í dans og urðu þau par upp frá því. Og hér ég auðvitað að tala eftirlifandi eiginkonu hans, Diljá Markúsdóttur. Hún fædd 12. janúar 1952. Foreldrar hennar voru Þórunn Ingimundardóttir frá Garðstöðum hér í Garði og Markús Guðmundsson frá Ánanaustum í Reykjavík. Viggó og Diljá gengu í hjónaband þann 8. júlí 1973 hér í þessari kirkju. Þau hófu sinn búskap hér í Garðunum í hausthúsum við hlið Garðstaða. Þar bjuggu þau stutt. Þau bjuggu svo á nokkrum stöðum þar til þau fluttu í Eyjaholti árið 1977 sem varð heimili fjölskyldunar í 18 ár. Þá fluttu þau að Bjargasteini sem hafði verið æskuheimili Diljár. Og þar bjuggu þau til ársins 2007 þau fluttu í Grímsholtið. Viggó og Diljá eignuðust 3 börn. Elstur Benedikt, fæddur 13. desember 1973. Eiginkona hans Linda Rós Björgvinsdóttir, fædd 1977. Þeirra barn Theo Vilhelmsen, fæddur 2000. Næstur Þórmar, fæddur 27. júlí 1977. Eiginkona hans Gígja Rós Sigurðardóttir, fædd 1976. Þeirra börn eru Andrea, fædd 2000 og Unnur Marín, fædd 2006. Yngst Rebekka Rós, fædd 3. apríl 1985. Eiginmaður hennar Halldór Guðjón Halldórsson, fæddur 1978. Þeirra börn eru Jóhann Gauti, fæddur 2005, Hafdís Elva, fædd 2008 og Margrét Ír, fædd 2015. Sem ungur maður sigldi Viggó á Skaftafellinu í fraktflutningum í rúmt ár. Sigldi út allan heim og upplifði mörg ævintýri. Hann vann víða við byggingaframkvæmdir. Fyrsta verkefni tengt smíðum var að fara með hópi iðnnema til Vestmannaeyja í gosinu til að byrgja glugga og bjarga verðmætum. 1978 fór hann til Grænlands í verkefni í nokkra mánuði. Hann vann við byggingu sjúkrahússins á Ísafirði í nokkra mánuði og kringu 1980 vann hann við byggingu Hrauneyjafossvirkjunar. Hann kenndi smíðar í nokkur ár við Fjölbrautaskóla Suðurnesja en lengst starfaði hann hjá Íslenskum aðalverktökum eða í yfir 30 ár. Viggó átti mörg áhugamál. Hann lék með litla leikfélaginu hér í Garðinum í nokkur ár og lék meðal annars Jörund hundadagakonung í verkinu Þið munið hann Jörund og eins Lykla Pétur í sálin hans Jónsmíns. Hann söng með kirkjukórnum hér við kirkjuna skeið. Hann söng með Karlakór Keflavíkur í nokkur ár en lengst söng hann með söngsveitinni Víkingum sem mitt að syngja hér við athöfnina í dag. Og þessi félagsskapur veitti honum mikla ánægju og átti hann þar marga góða vini. Hann var nýlega farinn að stunda biljard upp í virkjun á Ásbrú. Hann hafði alla tíð mikinn áhuga á stjórnmálum enda alinn upp á miklu stjórnmála heimili. Í hans æsku fékk hann ný föt fyrir 1. maí en ekki fyrir jólin. Því að það skipti máli að vera vel til fara á 1. maí enda alltaf farið í kröfugöngur. Hann satt í sveitarstjórn Gerðarhrepps fyrir Y-listan í 20 ár og tók virkan þátt í nefndarstörfum eftir það. Hann var í stjórn Iðnsveinafélags Suðurnesja í nokkur ár og formaður byggingamannadeildar félagsins.
Þau hjónin höfðu alla tíð mikla ánægju af ferðalögum og fór fjölskyldan víða land, en alltaf skyldi farið vestur á firði á hverju ári, enda tengslin sterk þangað. Uppáhaldsstaðurinn hans var Hornvík á Hornströndum, enda fæddist móðir hans þar og ólst upp. Og einnig ferðuðust þau hjónin mörgum sinnum til útlanda. Þau hjón höfðu ánægju af dansi og sóttu dansleiki í mörg ár. Viggo hafði gaman af stangveiði og fór í mörg ár með sonum sínum í veiðiferðir. Hann var mikill pabbi og afi. Hann fylgdist vel með fólkinu sínu. Hann brá sér oft í hlutverk Mikka Refs og dýrunum í Hálsaskógi fyrir barnabörnin sín sem höfðu gaman af. Hann var í góðum tengslum við þau öll og fékk hann friðsælt andlát á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann 7. apríl síðastliðinn. Við hefðum auðvitað vilja hafa hann með okkur allavega 10 ár í viðbót því að 74 ár telst nú ekki mjög hár aldur í dag. En hér ekkert val. Og verkefnið framundan að læra að lifa við breytta fjölskyldumynd og allt þarf það sinn tíma. Þið haldið vel utan hvert annað og læri þannig smátt og smátt að lifa við missinn. Páll postuli segir í Rómverjabréfinu: verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Megi góður Guð leiða ykkur og styrkja á komandi tíma og blessa minningu Viggós Benediktssonar. Skulum saman og huga okkar í bæn. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þín. Ég þökka þér himneski Faðir að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Viggó Benediktssyni sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veitum leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor,
þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Mér finnst ég varla einn né hálfur maður og heldur ósjálf bjarga því er vel. Ef værir þú hjá mér vild ég glaður verða betri en ég er. Eitt sinn sungið gengið gleymt okkur hjá blómunum, rökkva ráðið stjörnumál, gengið saman hönd í hönd, hælað farið niður á strönd, fundist að sameinað þekkja sá. Horfið er nú sumarið og sólin, í sálu minni hefur grímað, í æskun jafnur ís og myrkur jólin, og einn ég syng betra kvöld, því eitt sinn verða allir menn að deyja. Eftir bjartan daginn kemur nótt, ég harma það en samt ég verð að segja að sumarið líður allt og fljótt. Ég gái út gluggann minn, hvor gangir þú hliðið inn, mér alltaf sýnist ég sjái þig, ég rýni út rifurnar, ég reyndar sé þig allstaðar, þá napurt og nælir hér og nístir mig. Skulum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Og síðasta sálminn skulum við syngja öll í almennum söngu eins og áðan. Þið tóku svo vel undir og við skulum
gera það eins, taka vel undir Drottin er minn hirðir með víkingum. Kæru vinir, þá komið að lokum hér í kirkjunni. Viggó kallaði mig á sinn fund nokkrum dögum fyrir andlátið og ein ósk sem hann hafði var að söngsveitin Víkingar myndu syngja við útföruna. Og það er ekkert sjálfgefið að menn svona í auðvelt með að syngja, treysti sér til að syngja við útför vinar og félaga. En það gerðu þeir í dag með miklum sóma og ég veit að fjölskyldan er mjög þakklátt fyrir það undir stjórn Arons Axels Cortes. Og svo vekja athygli á því öllum er boðið að þiggja veitingar í miðgarði í sal Gerðarsskóla að athöfn lokinni. En meðtaki blessun Drottins, Drottin blessi þig og varveiti þig, Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.